Góðan dag, ég heiti Páll Ólafsson og er sviðsstjóri farsældarsviðs barna- og fjölskyldustofu. Hér á eftir ætla ég að fara yfir ný lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og aðdraganda þeirra. Lögin oft nefnd farsældarlögin til einföldunar. Það mikilvægt fyrir okkur öll sem vinnum með börnum og fjölskyldum að hafa í huga að þetta eru lögin okkar allra og þau eiga að hjálpa börnum og fjölskyldum að finna lausn á vanda þegar hann birtist. Við viljum hlusta á börn, sjá börn og hjálpa börnum áður en vandinn verður meiri og vandleystari. Við ætlum að hjálpa fjölskyldum að rata þessu völundarhúsi sem kerfið okkar getur stundum verið. Vinna við breytingar í þágu barna hófst á vormánuðum 2018 þegar Ásmundur Einar Daðason, þáverandi félags- og jafnréttismálaráðherra, boðaði til ráðstefnu snemmtaka íhlutun í málefnum barna. Í framhaldi af ráðstefnunni skrifuðu 5 ráðherrar og Samband íslenskra sveitarfélaga undir viljayfirlýsingu í þeim tilgangi að brjóta niður múra á milli kerfa, bæta þjónustu í þágu barna og skapa barnvænt samfélag. Í janúar 2022 tóku lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna gildi. Í janúar 2022 tókum við á Barna- og fjölskyldustofu, BOFS, til starfa en fyrir það hétum við Barnaverndarstofa. Við enn með flest verkefni Barnaverndarstofu en verkefni sem kom að eftirliti voru færð til nýrrar stofnunar sem heitir Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, GEF. Við á BOFS sinnum ýmsum verkefnum sem snúa að stuðningi og ráðgjöf við börn, barnafjölskyldur og þjónustuaðila. Til viðbótar þeim verkefnum sem við vorum áður að sinna fengum við þetta stóra og mikilvæga verkefni upp í hendurnar. Það að styðja við innleiðingu farsældarlagana, styðja við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. En farsældarlögin, eins og áður sagði, tóku gildi á sama tíma og ný stofnun tók til starfa. Verkefni BOFS við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna meðal annars stuðningur við samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, meðal annars með útgáfu leiðbeininga, gátlista og annars stuðningsefnis sem og útgáfu staðlara eyðublaða og upplýsinga til notenda. Reglubundin fræðsla, ráðgjöf við tengiliði, málstjóra og stuðningsteymi, að ákveða tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga, samstarf við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, meðal annars varðandi diplómanám farsæld barna og önnur verkefni sem þjóna markmiðum lagana. Markmiðið að þeir sem vinna með börnum og fjölskyldum þeirra leggi sitt af mörkum til að tryggja að verndandi þættir séu til staðar fyrir öll börn. Með verndandi þáttum átt við heilbrigði og líðan, menntun, þátttök og félagsleg tengsl, öryggi og vernd, lífsgæði og félagsleg staða. Svona viljum við sjá þetta. Viljum með sameinuðu átaki allra í nærumhverfi barna raða púslunum rétt saman. Eins og fram hefur komið farsældarlögin sameinað átak samfélagsins til að ná til barna áður en vandinn verður flókinn og erfiður. Þannig viljum við tryggja farsæld barns frá upphafi, styðja við farsæld barns þegar þörf krefur og bregðast við ef farsæld barns hætta búin. Þar af leiðandi markmið samþættingar eftirfarandi. 1. Að samstarf vegna þjónustu við börn fari skýrari farveg. 2. Að börn og foreldrar hafi aðgang að samþættri þjónustu með tilkomu tengiliða og málstjóra. 3. Að þeir sem veita börnum og foreldrum þjónustu eigi að fylgjast með velferð og farsæld allra barna, bregðast við þörf fyrir þjónustu og hafa samráð sín á milli til að veita góða þjónustu við hæfi. Lögin leggja áherslu á að samþætting þjónustu verði eins einföld í framkvæmd og mögulegt út frá sjónarhóli barna og foreldra. Þjónusta í þágu farsældar barns veitt á 3 þjónustustigum. Mikilvægt að hafa í huga að sú þjónusta sem barni veitt stigskipt en ekki mál barnsins sem slíkt. Þannig getur barn fengið þjónustu á fleiri en einu þjónustustigi á sama tíma. Hugmyndafræðin á bakvið farsældarlögin meðal annars að skjót viðbrögð á fyrsta stigi við vanda barns geti komið í veg fyrir umfangsmeiri íhlutun á öðru og 3. stigi síðar meir.
Skoðum nánar stigin 3. Fyrsta stigið skiptist í 2 undirstig, annars vegar grunnþjónustu sem aðgengileg öllum og hins vegar einstaklingsbundin og snemmtækur stuðningur. Grunnþjónustan hefur mikla þýðingu fyrir farsæld barna og getur komið í veg fyrir ýmiss konar erfiðleika síðar meir. Dæmi þjónustustofnanir sem veita grunnþjónustu eru heilsugæsla, leik, grunn- og framhaldsskólar. Þessar þjónustustofnanir geta veitt góða grunnþjónustu, til dæmis með því að leggja áherslu á hvers kyns forvarnir, aðgerðir gegn einelti og ofbeldi og aðgerðir sem styðja við jákvæðan skólabrag. Einstaklingsbundin og snemmtækur stuðningur hluti af fyrsta stigs þjónustu og hefur það markmiði að styðja við farsæld barns. Hér að ræða snemmtækar aðgerðir sem eru umfram grunnþjónustu. Þeim ætlað að styðja við börn sem glíma við tiltölulega vægan vanda og draga úr líkum á að vandinn aukist og verði erfiðari viðureignar. Dæmi viðfangsefni einstaklingsmiðraðrar nálgunar á fyrsta stigi eru vanlíðan barns, námsörðugleikar, vægur hegðunarvandi, afleiðingar eineltis eða minniháttar heilsufarsvandi. Á öðru stigi að finna úrræði þar sem veittur einstaklingsbundin og markvissari stuðningur. Markmið annars stigs þjónustu að tryggja farsæld barns. Hér átt við úrræði þar sem þörf á sérhæfðari eða fjölbreyttari aðgerðum. Til dæmis þegar ljóst að þjónusta á fyrsta stigi hefur ekki borið tilætlaðan árangur eða dugar ekki til. Þörf fyrir þjónusta á öðru stigi getur til dæmis verið af heilsufarslegum, félagslegum eða námslegum ástæðum. Dæmi það eru sérdeildir eða starfsbrautir í skólum og ýmis stuðningsþjónusta á vegum heilbrigðis, félags- og skólaþjónustu. Þriðja stigi tilheyra úrræði þar sem veittur sérhæfðari stuðningur til að tryggja að farsæld barns verði ekki hættabúin. Barn sem nýtur þjónustu á þessu stigi hefur að jafnaði flókin og fjölþættan vanda og mikla umönnunarþörf. Barn þá við aðstæðum þar sem skortur á viðeigandi stuðningi og úrræðum. Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar og ógnað heilsu þess og þroska. Dæmi úrræði á þriðja stigi eru vistunarúrræði á grundvelli barnaverndarlaga, umfangsmikill og fjölþættur stuðningur við fötluð börn og langvarandi sjúkrahúsdvöl barna. Við berum öll ábyrgð á farsæld allra barna á Íslandi. Farsældarlögin skipta þeim sem vinna með börnum í 2 hópa. Það eru annars vegar þjónustuveitendur sem veita farsældarþjónustu á vegum ríkis eða sveitarfélaga, eins og starfsfólk leik-, grunn- og framhaldsskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöða, heilsugæslu og sérhæfðar heilbrigðisþjónustu, lögreglu, félagsþjónustu og barnaverndar. Hins vegar eru það þeir sem veita almenna þjónustu sem ekki á vegum ríkis eða sveitarfélaga, eins og til dæmis sjálfstætt starfandi sérfræðingar, starfsfólk íþróttafélaga, lista, æskulýðsfélaga og annars tómstundastarfs og frjálsra félagasamtaka. Farsældarlögin eiga að tryggja að börn og foreldrar fái rétt aðstoð á réttum tíma frá réttum aðilum. Grunnhugmynd samþættingar í þágu farsældar barna að þjónustan eigi sér stað án hindrana og leið og hennar gerist þörf. Markmiðið að koma á samtali milli kerfa þar sem framfyrir miðlun upplýsinga aðstæður barns. Með því móti verður þjónustan samfelld og samþætt. Þetta geta verið upplýsingar sem gefa vísbendingu þörf barns fyrir þjónustu eða stuðning og fjalla barnið sjálft eða einstaklinga í nærumhverfi barnsins. Upplýsingar aðstæður barns geta því falið í sér viðkvæmar persónuupplýsingar. Hafa ber í huga að samþætting heimilar vinnslu persónuupplýsinga, söfnun, skráningu, varðveislu, miðlun og samkeyrslu upplýsinga. Samþætting gefur ekki heimild til að miðla öllum upplýsingum óhindrað á milli kerfa eða innan vinnustaðar. Eitt af hlutverkum Barna- og fjölskyldustofu að vinna og gefa út samræmdar reglur vinslu persónuupplýsinga. Þetta gert í samráði við persónuvernd og staðfest af mennta- og barnamálaráðuneytinu. Í farsældarlögum rætt 2 konar beiðnir. Miðlun persónuupplýsinga fer ekki fram á grundvelli lagana nema það liggi fyrir önnur hvor eða báðar beiðnir frá foreldrum og eftir atvikum barni. Þetta annars vegar
beiðni miðlun upplýsinga frá þjónustuveitanda eða þeim sem veitir almenna þjónustu til tengiliðar eða málstjóra. Hins vegar að ræða beiðni samþættingu þjónustu í þágu farsældar barns. Með þessu móti eru foreldrar og eftir atvikum barn upplýst og þeim leiðbeint vinnsluna. Þetta felur í sér valdeflingu og þátttöku barna og fjölskyldna þeirra. Báðar beiðnir eru aðgengilegar á heimasíðu Barna- og fjölskyldustofu www.bofs.is. Ef þjónustuveitendur eða þeir sem veita almenna þjónustu taka eftir eða greina vísbendingar að þörfum barns sé ekki mætt með fullnægjandi hætti, ber þeim að veita foreldrum og eða barni leiðbeiningar samþættingu þjónustu og í hverju það felst. Foreldrar hafa val hvort þeir leiti sjálfir til tengiliðar eða leggi fram beiðni þess efnis að þjónustuveitandi eða sá sem veitir almenna þjónustu miðli tilteknum upplýsingum til tengiliðar eða málstjóra. Hér að ræða miðlun samantekinna upplýsinga aðstæður barns sem varpa ljósi á vísbendingar þjónustu þörf. Samþætting þjónustu hefur ekki hafist á þessu stigi, heldur aðeins að ræða að tilteknum upplýsingum hefur verið miðlað áfram. Tengiliður eða málstjóri skal hafa samband við foreldra og eða barn eins fljótt og auðið og leiðbeina samþættingu þjónustu. Skoðum þetta á mynd. Allir sem vinna með börnum eiga að taka eftir og greina vísbendingar að þörfum barns sé ekki mætt og þeir eiga að bregðast við þessum vísbendingum með því að leiðbeina foreldrum og eða barni samþættingu og miðla upplýsingum til tengiliðar farsældar ef þau óska þess. Tengiliður hefur svo samband við foreldra og eða barn. Dæmi: heimilislæknir hittir fjölskyldu og tekur eftir því að þörfum barns ekki mætt. Hann byrjar á því að upplýsa foreldra og barn ef við á samþættinguna og farsældarlögin. Hann býður foreldrum að hann miðli upplýsingum áfram til tengiliðar og undirrita þau þá beiðni miðlun upplýsinga. Í beiðninni kemur fram hvaða upplýsingum verði miðlað til tengiliðar. Það mikilvægt að leggja áherslu á að foreldrar og eða barn geta sjálf leita til tengiliðar án milligangu þjónustuveitenda. Þau geta leita til tengiliðar án hindrana. Skoðu það á þessari mynd. Áhyggjur vakna hjá foreldrum, barni eða öðrum í nærumhverfi barnsins. Foreldrar og eða barn leita sjálf til tengiliðar í nærumhverfi þeirra. Tengiliður leiðbeinir þeim samþættingu og leggur mat á þörf fyrir samþætta þjónustu á fyrsta stigi. Þegar leita beint til tengiliðar ekki þörf á beiðni miðlun upplýsinga. Dæmi: heimilislæknir hittir fjölskyldu og tekur eftir því að þörfum barns ekki mætt. Hann byrjar á því að upplýsa foreldra samþættinguna og farsældarlögin. Hann bendir foreldrum og eftir atvikum barni á að leita sjálfum til tengiliðar án milligöngu. Lögð áhersla á að kerfið sé eins einfalt í framkvæmd og mögulegt út frá sjónarhóli barna og foreldra. Mikilvægt að benda á að lögin koma ekki í staði fyrir þjónustu sem þegar ber að veita. Heldur eru þau ætluð sem viðbót til að greiða götu barna og foreldra í kerfinu, tryggja heildarsýn lykilaðila og að þeir sem veita þjónustu vinni saman að hagsmunum barnsins. Áður en tengiliður byrjar að samþætta þjónustu skal liggja fyrir beiðni foreldra og eða barns samþættingu þjónustu. Beiðni samþættingu fer fram á þar tilgerðu eyðublaði og samhliða beiðninni veitir tengiliður leiðbeiningar hvað felst í samþættingu. Þær leiðbeiningar eru aðgengilegar fyrir alla á heimasíðu Bofs. Þegar fyrir liggur beiðni foreldra og eða barns samþættingu getur tengiliður aflað upplýsinga aðstæður barns frá þjónustuveitendum og þeim sem veita almenna þjónustu. Markmiðið með upplýsingaöflun tengiliðar á þessu stigi að hann fái yfirsýn yfir mál barnsins. Þannig hefur tengiliður forsendur til að leiða samþættingu þjónustu á fyrsta stigi. En hver þessi tengiliður farsældar? Tengiliður farsældar aðili í nær umhverfi barnsins sem á að vera aðgengilegur fyrir börn og foreldra. Á meðgöngu, frá fæðingu og upp að leikskólaaldri hann staðsettur í heilsugæslu. Svo hann aðili innan veggja leikskólans, þar á eftir grunnskólans og síðan framhaldsskólans. Í ákveðnum tilvikum getur tengiliðurinn
verið aðili innan félagsþjónustu til dæmis fyrir börn sem ekki sækja skóla. Tengiliður starfar á grundvelli beiðni foreldra og eftir atvikum barns samþættingu þjónustu. Hann skal hafa viðeigandi þekkingu á farsældarþjónustu, til dæmis með því að fara í gegnum netnámskeið BOFS fyrir tengiliði. Hlutverk tengiliðar að þekkja úrræðin sem í boði eru og vera leiðsögumaður barna og forráðamanna í gegnum þann frumskóg sem kerfið getur stundum verið. Hann leiðbeinir og ráðleggur foreldrum á barni og samþættir þjónustu á fyrsta þjónustustigi ef það niðurstaða frummats. Mikilvægt að tengiliður hafi tíma og svigrúm til að sinna hlutverki sínu. Einnig gott að nefna að hlutverkið krefst frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubröðum. En nú hugsa líklega mörg ykkar, þetta ekki það sem við höfum verið að gera? Þetta eitthvað nýtt? Svarið að margir hafa sinnt þessu hlutverki áður, bæði innan veggja skóla, félagsþjónustu og heilsugæslu. Það sem lögin hjálpa okkur með að búa til ramma í kringum þetta hlutverk og skapa svigrúm fyrir fólk að sinna þessu hlutverki. Að vera tengiliður farsældar ekki hlutverk sem á að sinna á hlaupum eða í hjáverkum. Einnig eiga lögin að samræma þá þjónustu sem í boði óháð búsetu. Þarna kemur fjármagnið sem fylgir lögunum inn í myndina til að auðvelda framkvæmdina. Eitt af hlutverkum tengiliða farsældar að gera frummat á þörfum barns í samvinnu við foreldra og eftir atvikum barn. Hér átt við frummat á þjónustu þörf barns og fjölskyldu en ekki frumgreiningu sem gerð af fagaðilum í skólaþjónustu. BOFS hefur gefið út skapalón af frummati fyrir tengiliði. Matsblaðinu ætlað að auðvelda tengiliðum að meta þjónustuþörf og safna mikilvægum upplýsingum barnið og fjölskylduna. Tengiliðir geta nálgast blaðið á heimasíðu BOFS. Forsenda þess að tengiliðir geti veitt ráðgjöf þjónustu á fyrsta stigi að það liggi fyrir úrræðalisti sveitarfélagsins og stofnunarinnar til leiðbeiningar. En hvenær endar hlutverk tengiliðar og hvenær málstjóri virkjaður? Það þegar úrræði á fyrsta stigi eru fullreynd, þegar barn þarfnast einstaklingsbundins og markviss stuðnings og úrræða á öðru stigi, þegar barn þarfnast sérhæfðari stuðnings sem veittur í samræmi við ítarlegt mat á þörfum þess og þegar farsæld barns gæti verið hætta búin. Málstjóri farsældar starfar á öðru og þriðja þjónustustigi samkvæmt farsældarlögunum. Sveitarfélag tilnefnir málstjóra ef barn hefur þörf fyrir fjölþætta þjónustu til lengri tíma. Málstjóri alla jafna starfsmaður félagsþjónustu, barnaverndar eða þar sem þarfir barns liggja hverju sinni. Eins og við nefndum áðan þá skal tengiliður hafa viðeigandi þekkingu á farsældarþjónustu, hins vegar þarf málstjóri að hafa yfirgripsmikla þekkingu á farsældarþjónustu. Hann setur saman stuðningsteymi og stýrir gerð stuðningsáætlunar. Stuðningsteymi almennt stýrt af málstjóra farsældar í félagsþjónustu. Í stuðningsteymi sitja fulltrúar þjónustuveitenda í máli barnsins eins og kennari, læknir, kennsluráðgjafi, stuðningsfulltrúi barns og fleiri. Mikilvægt að muna að foreldrar og eftir atvikum barn eru hluti af stuðningsteyminu. Sitja fundi þess og taka þátt í gerð stuðningsáætlunar. Þeim sem veita barni almenna þjónustu getur einnig verið boðið að sitja í stuðningsteymum eins og til dæmis íþróttaþjálfarar eða sjálfstætt starfandi sérfræðingar ef það talið þjóna þörfum barns. Stuðningsteymi getur einnig lokað máli eða vísa nýju til tengiliðar og í þjónustu á fyrsta stigi ef og þegar viðunandi árangur náð og ekki lengur þörf fyrir þjónustu á öðru eða þriðja stigi. Markmiðið að sem flest mál fái viðeigandi þjónustu á fyrsta stigi og að þjónusta þess stigs sé það öflug að færri börn þurfi þá umfangsmiklu þjónustu sem á sér stað á öðru eða þriðja stigi. Stuðningsteymið skal í sameiningu gera skriflega stuðningsáætlun fyrir barnið þar sem þjónusta sem veittir í þágu farsældar barnsins samþætt. Stuðningsáætlun felur í sér mat á þörfum barns, markmið með þjónustu, mat á árangri, yfir hversu langt tímabil stuðningsáætlun á að ná áður en framfer endurmat og stuðningsáætlun endurnýjuð ef þörf krefur,
Stuðningsteymi hefur reglubundna samvinnu framkvæmd stuðningsáætlunar þann tíma sem áætlun varir. Ef máli lýkur án stuðningsáætlunar skal rökstudd niðurstaða kynnt foreldrum og eftir atvikum barni. Einnig skal upplýsa tengilið niðurstöðuna þegar það á við. Áður en ungmenni verður 18 ára skal stuðningsteymi gera áætlun þar sem fjallar samþættingu þjónustu fyrir barnið eftir að það nær fullorðinsaldri. Hér sjáum við samantekt á ferli samþættingar þjónustu frá því áhyggjur vakna. Foreldrar og eða barn geta leitað beint til tengiliðar. Ef foreldrar óska eftir að upplýsingum sé miðlað til tengiliðar, miðlar þjónustuveitandi upplýsingum á þar tilgerðu eyðublaði. Tengiliður boðar foreldra og barn á sinn fund og metur þörf fyrir þjónustu. Ef frummat tengiliðar leiðir í ljós að þörf á frekari þjónustu og fyrirliggur beiðni samþættingu, getur tengiliður hafist handa við að samþætta þjónustu á fyrsta stigi. Í þeim tilvikum þar sem ljóst að þjónustu á fyrsta stigi dugar ekki til eða hefur ekki skilað tilætluðum árangri, málstjóri samþættingar virkjaður. Málstjóri samþættir þjónustu á öðru og eða þriðja stigi. Málstjóri myndar stuðningsteymi sem fylgir eftir samþættri stuðningsáætlun. Við verðum þó að muna að öll börn og foreldrar eiga rétt á þjónustu hvort sem þau samþykkja samþættingu eða ekki. Hafa ber í huga að samþætting leysir ekki tilkynningaskyldu til barnaverndar af hólmi. Ef grunur vaknar að farsæld barns sé hættabúin skal tilkynna málið til barnaverndar. Tilkynningaskyldan trompar allt. Að lokum langar mig að segja ykkur frá því að það borgar sig að fjárfesta í börnum, þannig að börnum líði betur og foreldrum líði þar með betur. Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna með arðbærari verkefnum sem hið opinbera hefur ráðist í. Það einungis Keflavíkurflugvöllur sem samkvæmt þessari mynd arðbærari, en ef við tökum tillit til aukinnar framleiðni þeirra barna sem munu eiga betra líf vegna þess að við sáum þau, hlustuðum á þau og aðstóðum þau strax og vandinn birtist, og þess líka að það engin raskandi umhverfisáhrif af farsældarlögunum, þá þetta öllum líkindum besta fjárfesting sem nokkuð samfélag getur farið út í. Farsældarteymi BOFS til ráðgjafar fyrir tengiliði, málstjóra og þá aðila sem koma að innleiðingu farsældarlagana. Hvort sem það snýr að farsældarlöggjöfinni, úrræðum sveitarfélaga eða einstaklingsmálum, við hér fyrir ykkur. Takk fyrir.